daginn. Velkomin á námskeiðið Hugarkortin og glósurnar. Nú á næstu vikum þá ert þú að fara hérna í gegnum námskeiðið hjá mér og ert að fá verkefni, ert að fá myndskeið, ert að renna í gegnum þetta. Og þar ég til dæmis að skoða með þér hvernig og af hverju Hugarkortin hjálpa. Ég sendi þér slóðir bæði inn á viðtöl við Tony Buzan sem hugarsmiður hugarkortana og leiði svona aðeins í gegnum það hvernig hugarkortin að hjálpa og af hverju það Nú ég kem líka inn á það af hverju hugarrauninni forritið iMindMap sem ég kenni á, hvernig það hjálpa þér, hvernig þú getur tekið fyrstu skrefin í því að nýta þér það að taka hugarkortin í tölvunni og þannig ofta flýta dálítið fyrir vinnu. En auðvitað hjálpar það oft að kunna líka að gera og draga upp hugarkortin á blaði og ég tek það líka dálítið vel fyrir á námskeiðinu. Nú getur þá ekki nota þetta námskeið eða þú ert að beita einhverjum öðrum forritum? Jú, auðvitað. Þó að aftur á móti kannski skipanir og annað sem ég bendi á varðandi iMindMap þá ekki nýtast í þínu forriti, þá getur þú notað grunnhugmyndina, grunnhugsunina á bakvið það sem ég bendi á og ég veit að nemendur sem hafa verið að beita öðrum forritum hafa mjög góðum hætti náð að nýta sér námskeiðið. Nú ég kíki líka inn á það hvaða reglur þarf að hafa í huga þegar þú byggir upp hugarkortið. Hvaða 7 reglur þarftu að vera með á hreinu þegar þú ert að vinna í gegnum það. Nú ég kíki líka á það hvernig þú ert að finna lykilorð og lykilhugtök, hvernig þú ert að forlesa textaðinn og af hverju ættir að forlesa hann til þess að hjálpa við glósutöku, til þess að hjálpa að búa til þessa yfirsýn yfir efni sem skiptir svo miklu máli og glósunum í rauninni ætlað að ýta undir, þannig að þú hafir skýrari sýn á það sem skiptir máli. Nú ég kíki líka á það bara hvernig hún að glósa markvissar í gegnum iMindMap og hugarkortin almennt. Ég skoða með þig hvernig þú átt að leita spurninga, hvernig getur þú nota til dæmis forlesturinn til þess að vera með lykilspurningar á hreinu, hvaða spurningar þarf að lágmarki að fá á hreint og hvernig glósar það, hvernig vinnur úr því í framhaldinu og síðan af hverju. Það svo nauðsynlegt að við rifjum upp. Við kíkjum líka bara á það hvað gerist ef þú ert ekki að glósa, hvað gerist í huganum þínum ef þú ert bara að lesa textan í gegn og ert ekkert að beita glósum eða hugakort eða neinu glósuleiðum, ert ekkert að velta þig fyrir að reyna að muna þetta efni. Og síðan einfaldlega hvernig við getum síðan stöðugt ýtt við huganum okkar, myndan á hvað var svona merkilegt, hvað það sem að við þurfum að hafa á hreinu og hvernig við getum ýtt við huganum okkar aftur og aftur og aftur og aftur og þannig haldið í töluvert mikið meira af lesefninu í huganum okkar heldur við gert áður. En látum þetta duga sem svona stutta kynningu en þú færð póst núna á næstu dögum varðandi framhaldið og hvernig þú getur ýtt við þér í glósutökunni.